Fjáraukalög þessa árs voru samþykkt sem lög frá Alþingi í dag með 29 atkvæðum. Nánast öll stjórnarandstaðan hundsaði atkvæðagreiðsluna til að mótmæla vinnubrögðum ríkisstjórnarinnar. 2 stjórnarliðar sátu hjá. Aðeins 34 þingmenn tóku þátt í atkvæðagreiðslunni. Gagnrýnt hefur verið að upplýsingar sölu Byrs og SPKF hafi borist seint og að með lögunum fái fjármálaráðherra heimild til að taka lán upp á 1 milljarð króna vegna Vaðlaheiðarganga og það áður en skýrsla Ríkisendurskoðunar liggi fyrir forsendur ganganna. Fjármálaráðherra ítrekaði fyrir orð sín á Alþingi í dag að ekki yrði gengið frá neinum samningi nema í samráði við fjárlaganefnd. Formaður nefndarinnar gagnrýndi harðlega fjarveru þingmanna Norðausturkjördæmis við atkvæðagreiðsluna. Það þeirra að útskýra fyrir kjósendur sínum hvaða verkefni eru brýnni en greiðar samgöngur milli Eyjafjarðar og Þingeyjarsýsla. Höskuldur Þórhallsson, Guðmundur Steingrímsson, Mörður Árnason og Guðfríður Lilja Grétarsdóttir sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. Með harkalegum hætti verið að skera niður heilbrigðis- og velferðarþjónustu, ekki síst út á landi, og ýmsar brýnar samgönguúrbætur bíða. Ábyrgð stjórnvalda mikil og forgangsröðun verkefna úr takmörkuðum sjóðum ríkissjóðs verður að vera hafin yfir vafa. Vegna þess hvernig málið vaxið, þá kýs ég að greiða atkvæði gegn málinu í heild með því að ýta á nei til þess að lýsa andstöðu minni við vinnubrögð. Þannig að ég segi nei, virðulegur forseti.